Gott kvöld, kæru vinir. Ég er bara að reyna að ná hljóðinu af tölvunni hérna hjá mér, svo þetta sé ekki tvöfalt hljóð. En við sitjum hérna vinir í kirkjunni í Reykjavík og ætlum að eiga góða stund saman hérna í upphafi bænaviku hjá okkur. Við ætlum að lesa saman og ræða saman og biðja saman. Þetta var ekki símann minn. Tæknin eitthvað að stríða mér smá. En við höfum það út í huga hér í bænavikunni að þetta eru erfiðir tímar sem við lifum í. Við höfum komið saman hér til þess að biðja og við hljótum að vilja biðja líka bara fyrir heimsástandinu og það sem er að gerast í heiminum. Svo við ætlum að gera það. Við ætlum líka að lesa saman. Við lesa lesturinn sem okkur hefur verið afhentur hér á heimskirkjunni okkar, sem eru góðir lestrar. Og ég vona að þið sem fylgist með okkur heima hafi lestrana. Og við ætlum auðvitað að lesa þriðjudagslesturinn. Í heiminum eru mikið lokanir. Það er óróleiki innan stjórnmála í heiminum. Það er kvíði og óróleiki líka vegna efnahagsstöðu, ríkja og fyrirtækja og heimila. Það eru margir sem þjást bara vegna einangrunar. Við höfum verið að heyra þetta, er það ekki? Jafnvel ungt fólk og ekki síst unglingar. Eru bara kvíðafullir og sérstaklega bara það er depurð og þunglyndi og framtíðin virðist ekki björt. Þetta er hjá eldra fólki en ekki síst eins og ég segi hjá ungu fólki. Við þurfum að tala saman meira, við þurfum að sinna hvert öðru eins mikið eins og við getum. Hugga hvert annað, biðja saman og biðja fyrir hvert öðru. Og við bjóðum ykkur sem á horfið hér. Ég sé að það eru 13-14 mann sem eru að fylgjast með okkur, hugsið ykkur. Svo við þurfum að standa okkur vel hérna og brosa og vera björt. Það er yndislegt, við þurfum að uppörva, hugsa jákvæðar hugsanir. Vera hvetjandi. Það eru líka góðir hlutir sem eru að gerast í heiminum. Við sjáum að faraldurinn okkar í rénun hér á landi. Þökkum fyrir það, þökkum fyrir gott fólk sem er að leggja sig fram við að vinna í góðu málefni hjá okkur. En lesturinn okkar fyrir kvöldið í kvöld, þetta var lesturinn alla vikuna, fjallar lífsstíl, heitir þetta Ferðin heim og það snýst hvernig lífi lifum við á þessum tíma. Og lesturinn í kvöld þetta njótið lífsins til fulls. Þetta er þetta voðalega jákvæður boðskapur og upplyftandi. Svo ég hlakka til að lesa þetta með ykkur, en áður við gerum það skulum lúta höfði í bæn. Himneski Faðir, nú komið fram fyrir augað þitt. Við lofum þig fyrir það að við getum fengið að vera hér saman í kirkjunni, tala saman, beðið saman.
Þökkum líka fyrir þá sem sitja heima og fylgjast með. Við leggjum okkur öll í þína hönd, lofum þig og þökkum í Jesú nafni. Amen. Og nú ætlar hann Jón að byrja að lesa, og svo lesum við saman hérna málsgrein til málsgrein. Njóti lífsins til fulls, fyrirsögnin. Að lifa í samræmi við grundvallarreglu Guðs varðandi heilsu. Við erum sköpuð fyrir betri heim. Við erum sköpuð fyrir betra líf. Þegar Guð skapaði þennan heim og sótti mannkynið, sá hann að allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Guð hannaði heiminn og lífið þar til þess að vera fullkomlega gott. Við vorum sköpuð fyrir líf þar sem hver athöfn, hugsun, tilfinning myndi lýsa yfir, fagna og njóta gæsku Guðs. Það var og ætlun Guðs að þrá fyrir líf okkar í heiminum, en eitthvað fór útskeiðis. Fallið í Edensgarði kusu Adam og Eva að víkja frá áformum Guðs fyrir lífið. Athafnir þeirra ollu því að þeirra eigin tilvera og allra sköpunarinnar féll í óskiljanlega þjáningu og sársauka. Hefðu þau einungis hlustað, hefðu þau einungis verið hlýðin, þá hefði verið hægt að komast hjá allri illskunni sem fylgdi. En þau treystu sjálfum sér frekar en Guði og hlustuðu á djöfulinn. Síðan þá hefur saga mannkynsins verið saga af ótrúmennsku við áform Guðs fyrir lífið, af vantrausti á Guði, af sársauka og þjáningu og af dauða. Björgunin. En Guð hefur ekki yfirgefið okkur. Guð stöðulega að reyna að ná til allra í heiminum. Áætlun Guðs og þrá eftir hinu góðu varandi heiminn og líf okkur gildir enn. En djöfullinn í herferð að ráðast á allt sem Guðs, allt sem Guð skapaði, allt sem gott, allt sem líf. Við lifum í miðri deilu milli Krists og Satans, milli góðs og ills, milli lífs og dauða. Kristur leitast við að bjarga, meðan djöfullinn leitist við að eyðileggja. Við höfum öll fallið sem fórnarlömb fyrir árásum hins illa. Við höfum öll látið ávegaleiðast og gengið okkur ein veg. En hvar sem hinn illa reynir að eyðileggja, Guð nú þegar að leita uppi og bjarga. Guð hefur ekki yfirgefið okkur eða þennan heim. Ég kominn til þess að þeir hafi líf í fyllstu gnægð, sagði Jesús. Markmið hans var og að takast á við og yfirvinna illsku hins illa, sem kemur ekki nema til þess að stela og slátra og eyða. Markmið Krists í heiminum líf og líf í fullri gnægð. Markmið hins illa dauði. Það ekkert líf í illsku. Í illsku einungis dauði. Líf einungis að finna í Kristi. Líf einungis að finna í því sem gott. Líf og líf í fullri gnægð einungis að finna í trúmennsku við áform Guðs fyrir heiminn og lífið í honum. Frá upphafi hefur hinn illi verið lygari og lyginnar faðir. Helsta blekking hans hefur verið að sannfæra menn og konur það sem hann bjóði sér betra, eftirsóknarverðara, meira spennandi
og meira fullnægjandi. Hann lætur það sem illt, syndugt og hið vonda líta vel út. Hans mikla blekking að það sem hann býður gerir okkur frjáls og auki við lífið meðan það sem Guð býður takmarkaði og dragi úr lífinu. En það lygi raunverulegt líf og einungis að fá í því sem Guð hefur skapað, blessað og gefið. Einungis það sem Guð gefur uppfyllir okkar raunverulegu þarfir og fullnægir okkar dýpstu þrá. Þetta næsta líka. Náð og vegsemd veitir Drottinn og synjar þeim yngra gæða sem ganga í grandvaleg. Guð sá eini sem gefur líf, viðheldur því og læknar. Einungis sá sem skapaði lífið getur ákvarðað hvað gott. Biblían opinberun hans til mannkyns hvað gott. Meginreglu lífsins sem Heilor Andi sannfærir okkur þegar við lesum í bæn og íhugum rigninguna leiðbeiningar Guðs fyrir mig og þig að besta hugsanlega lífi sem við getum lifað hér í heiminum. Frá sköpunarsögunni að loforðinu nýja himinn og nýja jörð, frá fyrstu Mósebók til Opinberunarbókin hljómar sama boðskapurinn. Maður, þér hefur verið sagt hvað gott Hann hefur ekki haldið neinu góðu frá okkur. Meðan við lifum í miðri logandi deilu milli góðs og ills, meðan við munum eftir Eden og þráum himinin, þurfum við daglega lækningu og endurreisn. Guð hefur sett reglur hvernig við eigum að lifa og Ellen White fjallar lögmál þessa lífstíls í bókinni The Ministry of Healing. Hún segir: hreint loft, sólskin, hófsemi, hvíld, líkamsrækt, rétt mataræði, vatnsnotkun, trú á æðri mátt. Þetta eru hin réttu hjálparmeðul. Þessi lögmál fyrir heilsusamlegt líferni eru hins vegar undir árás. Ellen White ráðleggur að sérhver venja sem tortímir krafti líkamans, hugans eða andans synd og að til þess að endurheimta heilsuna nauðsynlegt að hlýða lögum Guðs sem hann hefur sett öllu mannkyni til blessunar. Hún heldur áfram. Gerum okkur grein fyrir því að vegur boðorða Guðs vegur lífsins. Guð setti lögmál náttúrunnar en lög hans ekki fólgin í tilviljanakenndum kröfum. Sérhvert orðasamband, þú skalt ekki, hvort sem að ræða náttúrulögmálin eða hið siðferðilega lögmál, felur í sér fyrirheit. Ef við hlýðum þeim munum við njóta blessunar. Guð neyðir okkur aldrei til að gera það sem rétt en heldur leitast hann við að frelsa okkur frá hinu illa og beina okkur að henni góða. Þegar fólkið í Ísrael stóð við landamæri fyrirheitna landsins, hvatti Móse þau og bað: Hér með legg ég fyrir þig líf og heill, dauða og óheill. Ef þú hlýðir boðum Drottins sem ég set þér í dag, með því að elska Drottinn, Guð þinn, ganga á vegum hans og halda boð hans, ákvæði og lög, munt þú lifa og þér mun fjölga.
veldu þá lífi sem að þú og niðjar þínir megi lifa með því að elska Drottinn, Guð þinn, hlýða boði hans og halda þér fast við hann, því að þá myndu lifa. Við stöndum í dag við landamæri að öðru fyrirheitnu landi. Við lifum á síðustu dögum fyrir nýjan himinn og nýja jörð. Áskorun og ákall til okkar allra nú og á hverjum degi er þessi. Elski Guð, hlustið á röddu hans, gakk í hlíðinni, halt fast í hann, þá munum við vita hvað er gott og velja lífið. Amen. Amen. Þetta er nú boðskapurinn til okkar í þessum lestri. Hvað getum við sagt? Hvernig hafði þetta til okkar í dag? Er eitthvað hérna sem við getum tekið með okkur og sem virkilega er brýnt fyrir okkur að fjalla um? Hvað segir þetta okkur? Við þurfum að hlýða boðum hans, Já. Er það ekki? Og eins og kemur hérna, þú skalt og Þau eru öll. veldu lífið og þá mun þú og niðjar þínir megi lifa með því að elska Drottinn. Já. Já. Er það ekki helst að von okkar? Það gæti einhver sagt, já, en hvað? Er það að segja mér að ég geti frelsast fyrir að halda boðum? Já. Já. Jú. Nei, ekki spyrja svona, Erik. Þú veist að það getum við ekki. Getum ekki halda að það eru með 2 frelsa boðorð en enginn. En ég vil samt að spyrja svona því að það hljómar þannig í þessum lestri, við erum ekki að tala um það. Við erum ekki að tala um það að við getum frelsað okkur sjálf frá dauða við að halda boðorðin, því að enginn getur haldið boðorðin fullkomlega nema Jesús sjálfur. Hann hélt þau og hann hefur dáið okkar vegna og þannig hreinsað okkur af öllu ranglæti. Svo við gerum það ekki fyrir okkar eigin styrk eða eigin að halda boðorðin. En til hvers eru þá þessi boðorð? Viðmið. Þau gefa okkur líf. Það er ekki spurning. Þau eru öll gefin af Guði sem til blessunar fyrir okkur. Og einmitt, ég er algjörlega hlynntur því sem þessi lestur segir okkur. Að þau boð sem Guð gefur okkur leiðbeiningar eru okkur til blessunar og gefur okkur farsælt líf og leiðir okkur frá hjá alls konar hindrunum og gefur okkur bara heilsu, heilbrigði, bæði andlegt og líkamlegt heilbrigði. Og með því að stýra fram hjá þeim og hafna þeim og ekki að hlusta á það sem hann segir, það skapar bara glundroða og vandamál. En allt þetta verður maður að taka með fyrirvara því að það er einhver sem segir nú jæja. Svo þeir sem eru veikir, þeir hafa þá ekki fylgt boðum Guðs og þetta er þá einhvers konar bölvun fyrir því að við erum ekki að hlýða. Við getum heldur ekki sagt það. Því að alls konar hluti gerast í lífi fólks sem er eitthvað sem þeir hafa erft eða það er einhverju kringumstæður sem gera það verkum að það gerast hlutir, en samt sem áður það að fara eftir þessum reglum og boðum Guðs, það leiðir samt til betra lífs, ekki nokkuð spurning. Mér líst svo vel að þetta sem bókar les, þannig eftir á blaðsíðu 11. Líf er einungis að finna í Kristi. Það er einungis að finna það sem er gott hjá honum. Líf í fullri gnægð. Svolítið, já. Einhvern veginn finnst mér það svo miklu skemmtilega heldur en þetta með reglur og það er bara leiðbeiningar í mínum huga, allt þetta með reglurnar. Við erum að
skjóta okkur svolítið í fótinn að fara ekki eftir þeim leiðbeiningum sem við höfum gefið. Þessi boð er ekki þung, þau eru til blessunar. Og það er okkur til góðs að hlusta. Ég meina, ef að pappa og mamma segja okkur eitthvað og leiðbeina okkur við sem börn og við bara þversköllumst og ætlum ekki að hlusta og bara fara okkar eigin leið. Já, við getum gert það, en þá bara munum við líka uppskera vandamál fyrir vikið. Svo ég held að það sé kannski það sem þessi lestur er að benda okkur á. Við getum komist hjá svo margs konar erfiðleikum með því bara að hlusta. Ellen White talar hérna í þessari bók Ministry of Healing sem er þjónusta lækningarinnar. Heitir sú bók. Hreint loft, sólskin, hófsemi, hvíld, líkamsrækt, rétt mataræði, vatnsnotkun, trú á æðri mátt. Ég meina, þetta er engin galdur. Þetta er bara heilbrigð skynsemi. Og þetta er auðvitað komið svo langt í okkar tíma mínu að næstu í okkur einasta degi þá erum við að fá einhvers konar svona leiðbeiningar bara í fréttum eða í sjónvarpinu eða útvarpi eða í fjölmiðlum. Því að fólk er komist að þessu núna. Forvarnar gildi svona reglna er alveg ótvíræð. Og einmitt eins og er í dag, er það ekki það sem við eigum að hlýða þríeykinu okkar. Ef við förum að tala um það við einangrumst heima hjá okkur og... Nei, við viljum ekki hafa neina reglur. Ég vil ekkert vera að hlusta á víðin eitt. Ég bara gerir sem ég sýnist. Eins og sumir eru að segja í ýmsum löndum. Hvað, að vera með einhverja grímu, hvað? Er þetta ekki bara mannréttindi að ég get ekki að haga mér alveg sem ég vil? Árangurinn. Já. Og við erum þetta ekki bara þessu fyrir okkur sjálf, heldur við líka blessun fyrir aðra með að fara vel með okkar eigin líkama. Svo að þetta er þetta bara gefið að kærleiksríkum Guði. Mér dettur í hug hérna spurningin númer 2. Hvað er Guð að kalla þig til að breyta í lífstíl þínum sem þú getur átt fyllra líf? Ég segi bara persónulega fyrir mig. Það breytti mínu lífstíl því ég kynntist Jóni. Þú veist. Jón. Þetta er skrítið. Já, sko, mér finnst þetta bara að tala til mín. Ég var búin að upplifa svo margt og ég var svo opin fyrir Guðs orði og þá var það mikið auðveldara fyrir mig að taka ákvörðun þegar ég kynntist þessum boðskap. Þú varst bara svar frá Guði. Þetta er öðruvísi. Þetta er gagnkvæmt. Og hvað þýðir góðvik? Gagnkvæmt svar frá Guði. Svona er lífið. Já, nei. Þetta er svona. Já. Að lifa heilsusamlegu lífi og deila því með öðru þegar við erum bara að dreifa blessun. Hvað sem við förum. Nei, bara að því, mér fannst þetta að tala svo til mín. Já, Takk fyrir Borga. En ég segi það að ég held að það sem að reynslur hjá öllum, ef að fólk fær einhverja reynslur í lífinu, það ætti að frekar að byggja á orði Guðs. Ég held að það er alls ekki hamingjusamara það fólk sem að, eins og við segjum, allt dans á rósum. Nei, það er nú það sko. Það er nú Reynslan hefur alltaf sitt að segja. Reynsla. Já. Ég held að það sé ekkert sem að neitt myndi vilja óska sér að hafa bara lífið eins og dans á rósum. Það eru allir sem að fá sitt lítið af hverju. Það er þetta enginn sem biður að fá erfiðleika. Nei, alls ekki. Svo að við þetta erum svona að reyna að stýra fæ hjá þeim, en þeir sem ganga í gegnum erfiðleika og vinna sigur á þeim til að koma út sterkari.
Við vorum bara að tala hérna jólakaktusin sem við erum með á borðinu hérna hjá okkur. Og Laila var að benda á það að þetta var pínan svolítið. Þá koma blómin. Stundum það þannig í lífi fólks. Maður sér fólk sem hefur farið í gegnum erfiðleika. Bara til þess að taka dæmi. Joe Biden, sem nýkjörinn forseti Bandaríkjanna. Hann hefur farið í gegnum gríðarlega erfiðleika. En hann hefur komið út úr því hlýrri persóna. Og persóna sem hefur tækið á möguleika á að tala til þín hjartans og taka þátt í erfiðleikum fólks. Ég meina, það bara sannleikur. En þetta svona svolítið erfiður sannleikur, svona þetta. Jú. Já. En hvað segir fólki sem að hlusta? Við erum fengið kveðju frá henni Steinunni, en ég ekki að fá kommenta marga frá þeim. En ég veit að það eru 20-30 manns sem að vera með okkur. Það bara yndislegt. Og ég veit að þau fylgjast með og eru ábyggilega að taka þátt í bænastund sjálf heima. En svo kemur ein spurningin í viðbót, í þessum spurningum. Hvernig getur þú fengið kraft frá Guði og stuðning frá öðrum þegar þú skuldbindur þig til að gera lífsstílsbreytingar? Já. Kraft frá Guði og stuðning frá öðrum. Já. Það nú það. Auðvitað í bæninni biðjum Guð. Við styðjumst við þann boðskap sem hann gefur okkur. Og þessar skuldbindingar. Ég vil bara segja alveg eins og að mér finnst Guð hafa gefið mér kraft hvern einasta vetur að fara niður í Suðurlandsskóla. Ég sakna þess núna að geta ekki farið í skólann og látið börn lesa. Og ég var að hugsa það einmitt áðan því ég var að lesa. Ég var að segja börnunum að anda við komum og aðeins við punktan að stoppa. Svo hugsa menni, hvernig ég að lesa? Ég fór að hugsa þetta áðan bara, þú veist. Hvað? Sko, svo maður að leiðbeina börnunum, en hvað gerir maður sjálf? Þú veist, í belg og biðu. En leið, þá finnst mér ég hafa fengið svo mikið stuðning frá fólkinu í skólanum. Að mæta aftur vetur eftir vetur. Og ég hefði verið að byrja 7. veturinn minn þar núna. Hugsaður, já. En svo fórum við á fundun núna fyrir stuttu bara ömmurnar og þá ein stúlka sem alltaf segir ömmurnar eru komnar, þú veist. En við komum bara á þennan fund. Þú veist, þetta gladdi svo hjarta manns. En mér finnst Guð að blessa mig í þessu og líka, ég þarf að mæta klukkan þetta, þá rífi ég mig upp að mótni ekki svo endalaust. Til þess að svara líka þessa spurning, það finnst mér svona hálfpartinn að, ég geti sagt að samfélagið er búin að gefa Guði þannig og langar að lífa fyrir það sem er gott, bæði að njóta og láta gott af með leiða. En mér finnst svona samfélagið sem við höfum í kirkjunni, það er með til þess að styðja mann, að mann, og það er það sem að við söknum. Og bara að ganni að segja ykkur frá einu litlu. Sonur okkar var í bílnum með dóttur okkar og þá var hann búinn að heyra að bannið er búið. Það var í sumar. Hann kallaði þetta bannið. Nú er pabbi glaður, nú kemst hann í kirkju. Þú veist, þetta var bannið. Nú sagði hann mér núna helgin, nú er bara allt bannað. Já. Sem betur fer ekki alveg allt. Nei, en sko, hann finnur það. Það er ekki að koma? Já, hann er fann svo. Það er ábyggilega að horfa á hann. Nei.
við En það er þetta sem við söknum samfélagsins í kirkjónum við hvert annað. Við erum svo mikla félagsverur Já. og við bara skulum biðja núna við skulum hafa stutta bænafund því að við ætlum að hafa þetta bara í hálftíma og tíminn verið búinn. En það er kveðja hérna frá henni Írisi Ragnars, hún hérna með okkur líka og Marina og Harald eru með okkur líka frá Snæfellsnesi, vera með okkur í fjarvídd. Það er gaman að sjá það. En ef ekki að biðja sérstaklega fyrir þessari einveru sem margir eru að þjást í gegnum núna og biðja bara fyrir sigri yfir þessu öllu saman. Og svo ýmsu öðru. Það er líka kveðja frá Þóru Jóns, mikið gott að sjá ykkur þannig saman svona kósí í kertaljósinu. Takk Þóru bara. En Jón, má ég biðja þig að biðja fyrst, bara stuttar bænir, skal ég ljúka og svo, það verður svo gott að halda áfram en nú ætlum við bara að hafa þetta í stuttan tíma. Skulum glúta höfði í bæn. Drottinn, þakk fyrir að mega koma hér í kirkju þinni. Þakk fyrir boðskapinn sem er tær og hreinn. Viltu gæta okkar og halda út í þessu sem er að gerast í kringum okkur og viltu gefa þeim sem er í einveru og eiga erfitt, syrgja, þú þekkir þetta allt. En þakk fyrir vonina sem er framöndan, að mega vera með þér alla tíð í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, heimski Faðir, ég vil taka undir bæn hans mis og lofa og þakka fyrir þessu stund hér í kirkjunni. Þökk fyrir að mega taka þátt í bænavikunni hér á landi sem allan heim. Að þú leiðir og þú blessir eitt og sérhvert okkar hér og einnig hina sem eru að hlusta og heyra til okkar. Að þú vakir yfir öllum heimilum safnaðarins og einnig yfir þeim sem að hafa fjarlægst okkur en eru samt með okkur í andan. En þú hefur hjálpað og leitt og blessað. Og vilt þú vaka yfir öllum þeim sem syrgja og einmana og þar sem okkur finnst þetta öllu skrítið að vera bara heima. En þú átt eftir að leiða þetta allt áfram, að það mætti aftur verða eðlilegt ástand í heiminu. Þökkum fyrir öll þín loforð og alla þína blessanir. Þökk fyrir að þú leiddir mig til trúar í þessum hóp fyrir 50 árum. Og við lofum þig og þökkum í Jesú nafni. Amen. Já, kæri Faðir á himnum, ég vil líka koma fram fyrir náðarstólinn þinn núna í kvöld í vinahóp hérna og þakka fyrir allt sem þú gefur okkur. Lífið og heilsuna og fjölskyldan, ekki bara okkur nánast, heldur líka kirkjufjölskyldan sem er í rauninni bestu vinir sem við höfum. Bið þig alveg sérstaklega fyrir fólki sem er einmana, sem hefur ekki þennan stuðningshóp í kringum sig. Og þú veist að við hittum einstakling í dag og ég vil alveg sérstaklega leggja hann og hans fjölskyldu fram fyrir þig og bið þig að vera hjá honum og hugga. Og svo vil ég líka biðja þig að fyrirgefa syndir okkar. Við erum í baráttu milli það sem er gott og það sem er miður. Og við viljum svo gjarna vera þín börn og viljum gjarna líkjast þér, kæri Jesús. En það er svo margt sem gerir það að við missum stjórna á það sem við segjum og hugsum og bið þig alveg fyrirgefning og bið að við megum fá náð til að vaksa og líkjast þér meira og meira. Og nú hugsum við líka
ástandið í Bandaríkjunum. Þú veist, ég alin upp þar og hluta hjarta mitt þar og það virkilega vont að sjá hvað að gerast í pólitíkinn þar og bara biðjum að þú vilt koma inn með þín andi og hjálpa þessu miklu þjóð að finna einhverju leið til þess að sameinast aftur og vera það sem við höfum alltaf horft til. Við finnum fyrir óöryggi í okkur löndum þegar að það stjórnleysi og ringulreið sem hefur ríkt lengi. Bið fyrir það mál að leggja það í þína hendur líka, Drottinn, en svo líka stríðin og óeirðirnir og hungursneyðin sem ríkir víða jörð. Sá myndir í síðustu viku og lítið börn og bara getum alla talað það. Hjálp okkur að leggja eitthvað að mörkum þar með það sem þú hefur gefið okkur svo ríkilega af. Og nú bara leggjum við alla þessar bænir í þína hönd, góðu Guð, og þökkum í Jesú nafni. Drottinn, ég vil fá að taka undir þessar bænir sem ég hafa stigið til þín. Þakka þér, Drottinn, fyrir allt sem þú gefur okkur. Þakka þér fyrir leiðbeiningarnar sem þú gefur okkur. Þú gengur með okkur, sýnir okkur leiðina. Allt það gert í kærleika til þess að við mættum njóta blessana. En Drottinn, við viljum líka fá að feta í þín fótspor og gera það sem gott hlúa að þeim sem eru í kringum okkur og vera til blessunar alls það sem við erum. Mættum við þannig að taka þátt í því starfi sem þú vinnur, að hugga og styðja og styrkja. Við biðjum Drottinn sérstaklega fyrir þeim eins og hefur verið talað hér sem eru einmana og hjálpa okkur til þess að nota tíma og tækifæri til þess að gefa af okkur og vera öðrum til blessunar. Drottinn, við lofum þig og biðjum fyrir þinni kirkju. Það við komið sérstakt bænarefni það að einmitt að við getum sinnt þeim sem kannski áður voru hjá okkur og laða þá til okkar að við fáum fleiri innan kirkjuna þannig að við getum orðið máttugur her í að boða þitt orð á síðustu tíma. Orð framtíð, bjarta framtíð og nýjan heim, að þú komir aftur til þess að endurskapa allt og gera allt eins og það var upprunalega. Við lofum þig fyrir þann undursamlega boðskap og biðjum blessun og þökkum í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk fyrir, kæru vinir. Gott að vera með ykkur hér og kveðjum til ykkar allra sem eru að fylgjast með okkur. Það er gott að sjá og hér eru þó nokkrir að horfa. Og við ætlum aftur að koma saman hér á fimmtudagskvöldi. Þannig mál með vexti að það er líka lokað í Selfossi eins og svo víða og það verður fólk hérna frá Ánnesöfnu með okkur á fimmtudagskvöldi klukkan 8 aftur. Svo að hjartans þakkir og Guð blessi ykkur öll.